Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorkusamkomulagi við Sádi-Arabíu. Ekkert lát er á átökum Bandaríkjanna við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Íbúar á vesturhluta landsins eru langþreyttir á sólarleysi en nú eru breytingar í vændum. Fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott, segja starfsmenn fjölskyldu húsdýragarðsins. Við setjum sólarvörn á svínum okkar þegar þau fara út og eins júrið á kúnum. Þannig að það er búið að vera einhver sparnaður í þeirri deildinni. Ódysseifskviða hefur heillað fólki 3000 ár. Hún er enn á ný gengin í endurnýjun lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hana í bíó helgina. Ekki eru þó allir á eitt sáttir útkomuna. Komið sæl. Verðbólga eykst enn og mælist 5,3%. Það virðist endanlega ljóst að forsenduákvæði í síðustu kjarasamningum 4,7% verðbólgu í ágúst haldi ekki. Nú myndi ég að vísu segja að þessi hækkun er mjög lítil, hún stendur í stað svona því sem næst. Það sem við sjáum þarna er auðvitað alls ekki það sem við vorum að vonast til að sjá. Hagstofa Íslands birti í dag nýja verðbólgu mælingu. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og eykst lítillega, en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Verðbólga tók að aukast mitt árið 2021 vegna heimsfaraldursins og náði hámarki í febrúar 2023 þegar hún mældist 10,2%. Þá lækkaði verðbólga jafnt og þétt þar til í ársbyrjun. Ársverðbólga mældist 4,5% í desember en 5,2% í janúar og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það er enn langt yfir 2,5% verðbólgu markmiði Seðlabankans. Niðurstaðan í dag er lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Og svona horfur fram á við eru kannski ekkert sérstaklega góðar og fyrir því eru nokkrar ástæður. Olía hefur aftur farið að hækka út í heimi og það er alveg líklegt að við förum að sjá áhrifin af því hingað heim og svo sjáum við líka ýmsar gjaldahækkanir vera að koma til á næstunni. Til dæmis má nefna hækkun á komugjöldum á heilsugæslum sem að mun koma til í september. En það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnum mælingum að þetta eru olíuverðshækkanir sem eru að koma annarkvort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist hins vegar að vera að minnka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum. Það er líka sólmyrkvinn, þannig að við erum að gera ráð fyrir því að verðbólga verði aftur 5,3% í ágúst og hækki svo jafnvel lítillega í september upp í 5,4%. Forsendu ákvæði kjarasamninga er í uppnámi en heimilt er að segja þeim upp verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%. Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæðið haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði er sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt, þar að segja að launahækkanir fylgi að minnsta kosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en samið var í samningunum, þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerðu ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust. Þetta er síðasta verðbólgumælingin áður en Seðlabankinn tekur ákvörðun stýrivexti. Þeir hafa verið 7,75% síðan í maí. Hann hefur núna síðustu 2 ákvörðum hækkað 25 punkta. Þá var verðbólga í rauninni bara voða svipum stað og hún er núna. Þannig að ef maður horfir á það, þá finnst mér mjög líklega að það er hækki aftur og þá líklegast 25 punkta. En við eigum svona eftir að sjá kannski hvernig málið þróast fram að þeim fundi. Og að allt öðru, Evrópusambandið sakar tæknirisinn Google að misnota markaðsráðandi stöðu sína og hefur sagt að fyrirtækið 890 milljónir evra eða 130 milljarða íslenskra króna.
Sektirnar í raun tvær, önnur fyrir að hafa ekki heimilað aðgang að smáforritum sem ekki eru fáanleg í Google Play Store smáforritaveitum. Google, hin sektin fyrir að hafa forgangsrað eigin vöruframboði fram yfir vörur keppinauta. A very concrete example, if you're looking for a flight and you look for that on Google search, the first offer you will get is Google search. In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field, and consumers the right to choose for cheaper alternative offers. Google has now 60 days to comply with the Digital Markets Act. Þetta í þriðja sinn á 2 mánuðum sem ESB gefur út himinhássektir á grundvelli laga stafræna þjónustu og samfélagsmiðla sem skammstöfuð hafa verið DSA. Samtals Google sektað jafnvirði tæpra 130 milljarða króna. Í lok maí var netverslunin Temu sektuð 30 milljarða króna fyrir að selja ólöglegar vörur. Og á mánudaginn fékk kínverska netverslunin AliExpress sekt sem nemur hátt í 80 milljörðum króna fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á heimasíðu hennar. Ráðherra neytendamála segir Ísland ætla að feta í sömu áttu löggjafar og vonast til að geta kynnt nýja löggjöf í þessum efnum í lok næsta þings. Þessi löggjöf sem verndar neytendur og síðan auðvitað fyrirtæki líka sem eru milliliðir, hún hefur að einhverju leyti setið það eftir. Árið 2022 innleiddi Evrópusambandið löggjöf, svo kallaða Digital Service Act og Digital Market Act, sem við erum núna að vinna í því að innleiða líka hér. Og þetta eiginlega löggjöf sem á að tryggja eða koma í veg fyrir óréttmæta viðskiptahætti og óréttmæta markaðssetningu. Allt til að tryggja öryggi neytenda og fyrirtækja líka í þessum breytta heimi. Við verðum einhvern veginn að búa til umgjörð þar sem neytendur geta treyst í að varan sem við kaupi uppfylli þær kröfur sem við erum að setja, þessar samnorrænu öryggiskröfur. Átökin í Mið-Austurlöndum hafa breiðst út og heimsmarkaðsverð á olíu hefur ekki verið hærra síðan í maí. Nýtt kjarnorkusamstarf Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu vekur ugg og óttast að það verði til þess að Sádar komi sér upp kjarnorkuvopnum. Tímamóta samkomulag Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu var undirritað í gær. Samið var tvennt, samvinnu í kjarnorkumálum og öryggisráðstafanir. Sádi-Arabía hefur lengi viljað gera slíkan samning, en Bandaríkin hafa sett skilyrði að ríkið þurfi að viðurkenna eitt af sínum helstu bandalagsríkjum, Ísrael. Tíðindin vöktu því ugg í Ísrael en hádegisbil sló Donald Trump Bandaríkjaforseti á áhyggjur Ísraelsmanna þegar hann tilkynnti að hann hefði setta sem skilyrði að Sádi-Arabía gerðist aðili að Abraham-samningunum sem þýðir að ríkið viðurkenni Ísrael og taki upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Samningsplöggin sjálf hafa ekki verið birt en ýmislegt hefur lekið út. The revolutionary aspect of this agreement is that the United States is not asking Saudi Arabia to abide by the highest possible safeguards, internationally monitored safeguards that are standard and are available. Þá gera samningarnir bandarískum fyrirtækjum kleift að taka þátt í byggingu kjarnorkuvera á sádi-arabískri grundu, þar sem úran verður auðgað. Auðgað úran hægt að nýta til að framleiða rafmagn en einnig í að búa til kjarnorkusprengjur. Ráðahagurinn umdeildur sökum þess að hann geti leitt til þess að Sádi-Arabía komi sér upp kjarnorkuvopnum. Það eru 9 ríki í heiminum sem búa yfir kjarnorkuvopnum. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ísrael, Rússland, Pakistan, Indland, Kína, Norður-Kórea. Samkvæmt ICAN samtökum sem vilja alþjóðlegt bann við kjarnorkuvopnum hafa þessi 9 ríki aldrei eytt eins miklu fé í kjarnorkuvopn og í fyrra eða 119 milljörðum bandaríkjadala. Það eru nærri 15.000 milljarðar króna. Trump hefur lengi átt farsæl samskipti við Sádi-Arabíu. Bæði í núverandi og fyrri forsetatíð hefur hann farið þangað í sína fyrstu heimsókn til erlends ríkis. Þá hefur hann persónulega og fjölskylda hans hagnast milljónir dollara af viðskiptum þar í landi samkvæmt Forbes. The United States is currently fighting a war. One of the reasons that started the war is that just across the Gulf,
Iran has insisted on their right to enrich uranium. So I suppose there's a bit of an inconsistency in the US approach to being willing to fight a war over the point of uranium enrichment on one side, and on the other side, being willing, at least in theory, to hand over that technology if it deems it appropriate. Lítið sem ekkert bendi til þess að átökunum við Íran linni í bráð. Þvert á móti hafa þau breiðst út með árásum Húta í Jemen, sem eru bandamenn stjórnvalda í Íran. Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu í Rauðahafi. Það gæti þýtt enn frekari árásir Bandaríkjanna á Íran því Trump hefur sagt að hann telji Írana ábyrga fyrir árásum Húta. Á meðan heldur heimsmarkaðsverð olíu áfram að hækka. Verð á brennt hráolíu fór í $100 á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Og hingað heim. Borgarstjóri vonast til að húsnæðismál Kaffistofu Samhjálpar leysist á góðan og farsælan hátt á næstu dögum eða vikum. Mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í borginni. Samhjálp hefur óskað eftir mánaðar framlengingu í núverandi bráðabirgðahúsnæði. Umræða framtíð Kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikur eftir áformum að opna kaffistofuna á Grensásvegi. Allt var til reiðu en leyfi var fellt úr gildi vegna deiliskipulags. Íbúar í nágrenni Grensásvegar og fyrirtæki höfðu einnig mótmælt staðsetningunni. Kaffistofan nú í bráðabirgðahúsnæði í Fíladelfíukirkjunni þar sem 150 manns þiggja matargjafir á hverjum degi, þaðan eiga þau að fara eftir viku. Það auðvitað snúið að finna starfseminni stað, en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örugga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum. Þannig að vonandi finnst á þessu góð lausn á næstu dögum og vikum. Flestar hugmyndir sem nú séu ræddar kalli á breytingar á deiliskipulagi líkt og á Grensásvegi. Borgarstjóri vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstunni þótt tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð. Að sjálfsögðu hef ég miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, sagði í samtal við Fréttastofu að þau hafðu lagt fram beiðni til Fíladelfíukirkjunnar mánaðarframlengingu á bráðabirgðaaðstöðinni þar. Örlög Kaffistofu Samhjálpar eru því enn óráðin. Og að allt öðru, þó sagan Ódysseif sé 3000 ára gömul enn þrætt túlkun hennar. Ný kvikmynd Christopher Nolan Ódysseifs kviðu hefur slegið í gegn og kveikt áhuga margra á söguna ný. Skipbrot, einegðir, risar og tælandi dísir eru allt hluti af sögu Ódysseifs sem nú hefur fengið nýtt líf í kvikmynd leikstjórans Christophers Nolans, The Odyssey, sem skartar skærustu stjörnum Hollywood þessar mundir. Ódysseifs kviða Nolans hefur verið í bígerð síðustu 3 ár og vakið mikla athygli. Ódysseifs kviða fjallar það þegar Trójustríðinu lokið og Ódysseifur á leiðinni heim til sín til Íþöku og bara svona hans ævintýrum á leiðinni tilbaka, langri leið. Nokkrar útgáfur eru til af Ódysseifskviðu. Sveinbjörn Egilsson þýddi hana á íslensku á 19. öld. Kvikmynd Nolans byggð á útgáfu Emily Wilson frá árinu 2018. Eiríkur segir að þessi túlkun kvenna á verkinu hafi farið fyrir brjóstið á mörgum. Þetta verk hefur verið í sífelldri endurnýjun alveg síðan það ekki kannski kom út en síðan það birtist og hver kynslóð hefur haft sína skoðun á því. Og mér finnst það bara gott að við fáum okkar útgáfu sama hvað fólki finnst svo sem meðfærir Nolans á sögunni. Kvikmynd Nolans var frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á landi síðustu helgi og rúmlega 8000 manns sáu myndin helgina. Myndin hefur einnig vakið athygli fólks á bókinni en bóksali í Skáldu segir að fleiri eintök af Ódysseifskviðu hafi selst það sem af ári en allt síðasta ár. Eiríkur sem kennir forngrísku við menntaskólan í Reykjavík segir jákvætt að fá líf í kviðuna á ný og hún geti höfðað til ungra lesenda. Ég held að þið séð að þegar þau eru komin inn í þetta þetta svona mismikið hvað þau þekkja á því en þegar maður byrjar að lesa og komin á stað þá þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og svo þegar maður komin nálægt þá getur maður farið að túlka persónurnar, túlka söguna og takast á við hennar. Það bara mjög svona gjöfult.
Og við erum hér í Kringlubíó þar sem verið að sýna Ódysseifskviðu eins og þið kannski heyrið og hérna stútfullur salur. En hjá mér Magnús Jokkum, kvikmyndagagnrýnandi og blaðamaður. Magnús, þú búinn að sjá myndina, hvernig hún? Ég búinn að skella mig tvisvar. Þetta bíómynd með stóru B. Það sjávarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsútshellingar. Þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Allt sem við viljum í góðri kvikmynd, en svona stenst hún væntingar? Já, ég held það. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis, en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala. Þannig að, já, held hún bara gerir það. Hún hefur líka hlotið alls konar gagnrýni og svona svolítið umdeild, sérstaklega kannski fyrir leikaraval. Hvað finnst þér það? Sko, Nolan trúir svona á gamla góða Hollywood stjörnukerfið. Þannig að það svona, hann að raða þarna Kongólumanninum og Zendaya og öðrum svona stóru nöfnum í helstu hlutverk. Mér finnst það bara virka ágætlega, misvel, en ég held að þetta svona, þessi gagnrýni sé kannski helst svona einhver svona leiðilegi kímar netsins sem að vilja helst fá grikki eða eitthvað þýmislegt sko, en þannig að ég held að virki bara ágætlega hjá honum, stóru nöfnin. Og nú þekkirðu verkið, áttu svona eitthvað uppáhaldsatriði í myndinu út frá því? Mér finnst sko þegar að Ódysseifur og áhöfn hans banka upp á hjá seiðkerlingunni Kirkju, þá fá áhorfendur smá svona líkamshrylling sem mjög skemmtilegur. Ég ætla ekki að spilla því, þannig það svona mitt eftirlæti. Ég held að ég fari bara og kíki á þetta atriði en við segjum sér lokið hérna úr Kringlubíó. Takk fyrir það, góða skemmtun Urður Örlygsdóttir. En þá það að máli málana, góða veðrinu. Því hefur verið misskipt milli landshluta undanfarna vikur, sól og hiti á landinu austanverðum en dumbungur hér vestanlands. En nú útlit fyrir breytingar. Jæja, hvað segirðu með veðrið? Fara íbúar á suðvesturhorninu að sjá eitthvað af þessari sól sem hefur verið annars þar á landinu? Já, þetta heldur betur að breytast og svona breytingir er hafin í dag. Við sjáum að það svona aðeins var að glitta í bláan himinn hérna hjá okkur. En það norðanátt framundan, svona norðanleki á landinu næstu dag og í rauninni fram á Vestmannahelgi. Og svona loftmassin þessi hlýi sem hefur verið yfir landinu, hann heldur að kólna. Það verður þurrt og bjart svona mestu leyti sunnan á vestanlands næstu 10 daga getum við sagt. Og fyrir norðan og austan þá ekki að sjá neina vætutíð þannig séð, en áhrifin þar eru fyrst og fremst þau að það náttúrulega dregur úr hitanum og jafnvel þannig að úti við ströndina þar geti hiti verið eða undir 10 stigum á næstu dögum. Og virðist vera skapleg verslunarmannahelgi framundan? Já, eins og hún lítur út núna í kortunum, þá bara lofar það góðu. Það svona róleita veður, ekki neina úrkomu svo heiti geti að sjá fyrir utan eins og spáin núna, þá erum við einhverja skúraleðingar og sunnanlands, einhverjar gróðraskúrir, en það getur nú fljótt breyst og enda 9-10 dagar í þetta ennþá. En íbúar á suðvesturhorninu geta fara að leggja regnhlífinni kannski? Já, ég held það. Það öllu þurrari tíð framundan hjá okkur. Já, einmitt það. Sólin hefur gert upp á milli landshluta undanfarnar vikur en íbúar höfuðborgarsvæðisins hafa ekki látið þrotlausar rigningar buga sig. Verið að grípa sér eitthvað á grillið? Já, það á að grilla í kvöld. Og alveg sama hvort það sé sól eða rigning? Grillar þau hvort sem er? Sko vanalega ekki, en það eiginlega ekki hægt annað í dag. Maður verður bara að láta sig hafa það. Er fólk að versla á grillið í rigningunni? Já, það alltaf bara, það Íslandingurinn í okkur. Við höldum okkar striki bara sama hvernig viðrar. Hvernig traffíkin svona á rigningadögum á kaffihúsinu? Mjög góð. Finnur einhvern mun svona þegar það rignir? Mikinn. Allir koma hingað, ekki niður í bæ. Þannig að þú fagnar kannski svona rigningadögum? Mjög gott. Bara óska þess að verði áfram rigning. Og notalegt að setjast inn á kaffihús þegar rignir úti? Já, ekki spurning. Engin spurning það. Þetta ótrúlega mikilvægt og bara gott og hollt fyrir fólk að setjast á kaffihúsinu og spjalla og tengjast og kynnast. Hvernig hefur nú rigningin farið með húsdýragarðinn? Sko, gestatölulega hefur þetta ekki verið frábært. En það hefur alveg verið sparnaður í þessu tíðarfari því að við þurfum til dæmis ekki eins mikið á sólarvörn að halda en við setjum sólarvörn á svínun okkar þegar þau fara út og eins júrið á kúnum þannig að það búið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
Lætur þú eitthvað rigninguna á þig fá? Hoppa í pollum. Er það skemmtilegt? Já. Hvort finnst þér nú skemmtilega að vera í rigningu eða sól? Rigningu. En þér, finnst þér skemmtilega að vera í rigningu en sól? Sól. Eða bæði eiginlega. Höfuðborgarbúar lýsa eftir sólinni. Hún hefur ekki sést í margar vikur. Ef einhver hefur séð til ferðarinnar, má viðkomandi vinsamlega láta vita. Sumarið búið að vera hérna hjá okkur á Norður- og Austurlandi undanfarna vikur. Því fylgir þó ekki bara sól og sæla. Skordýrafælur eru uppseldar, sólarvörnin nánast uppseld og gróðurinn, hann gæti þurft smá vætu. Það búið að þurfa að vökva hressilega hérna á nóttinni undanfarna dagar og vikur. Það ekki verið mikið rigningar, en okkur hefur tekist að halda þessu nokkuð vel og völlurinn lítur vel út og bara nokkuð grænn ennþá. Eru gestirnir sem hafa komið heimsótt í Aðalsvöll ánægðir með hvernig þetta búið að vera? Já, þeir eru mjög ánægðir, brosa breitt. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem koma á undan veðurfréttum. Helgina verður 100. meistaramót Íslands í frjálsíþróttum haldið. Við rifjum upp brot úr sögu mótsins af tilefninu. Vilhjálmur Einarsson stekkur þarna 16,70. Vestri mætti RFS í Lettlandi í sambandsdeild karla í fótbolta í dag. Og við kíkjum á æfingu hjá íslensku landsliði sem á leið á Genuine Cup í Bandaríkjunum í fótbolta. Það bara æðislegt að fara, þetta var óvænt. Get ekki beðið. Ég hef engar áhyggjur af þessu, þannig að við erum mjög spennt. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorkusamkomulagi við Sádi-Arabíu. Ekkert látur á átökum Bandaríkjanna við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Ódysseifskviða hefur heillað fólk í 3000 ár. Hún enn á ný gengin í endurnýju lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hana í bíó helgina. Ekki eru þó allir að eitt sáttir útkomuna. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á ruv.is allan sólarhringinn og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem af þessum degi. Verið þið sæl.